Ég ætla að byrja á þér, Steindi, hvernig ertu? Takk fyrir að spyrja. Ég fýtt landi, fýtt Blöndal og ég fróðandi góður. Það gott að heyra. Ég hef eiginlega sjaldan verið jafn góður. Það á þannig? Já, ég hrikalega fýtt. Já, ég mjög nefnmæltur í dag, ég svo kvefaður, ég að deyja. Já, það, veistu að þið verður fyrirgefið það. Já. Ég ætla að vita hlustendur af því að ég kvefar. Já, ekki spurning. En, Egill Einarsson, hvernig ert þú? Eins og nýr. Ekki verið betri. Það gott að heyra. Ég held ég hafi aldrei verið betri. Aldrei? Þetta besti föstudagurinn bara fyrir upphæði? 15. maí, prófin eru búin, það sumar. Aha. Og ég sé það á þér. Ég í top physical shape. Já. Það svona einhver glampi. Já, lífið leikur við með. Þessi dagur byrjaði hálf ógeðslega. Það var rigning og viðbjóður. En svo allt í einu, núna komin svo gulla að fara að láta sjá sig. Já. Þannig að það gæti verið komin eitthvað gýr í liði núna. Kallinn á efri farin að trýta. Þegar ég labbaði út í morgun, það var rigning. Og einhver hefði hugsað með sér, oi, rigning. Ég hugsaði, þessi rigning ekki að koma með þér og jafnvægi í dag. Nei. Ekki fræðilegu, það sumar, það föstudagur. Þetta bara flottur í gróður eins og Veistu hvað mikið að liði núna sem búið í prófum að hella í sig að hlusta á okkur félagana. Allir búin í próf núna? Það ekki næsta helgi sem bara rosalega svona Eurovision og allt Allir búin í próf núna. Einn óheppin sem klárir næsta viku. Þá bara vil ég byrja á því að óska allir til hamingju með það. Strákar, hafið tekið eftir því. Við byrjum alltaf þættin á því að tala veðrið og svo fyrir við að tala það að við ætlum að reka fólk í ríkið. Já, við verum að hætta því. Hvaða rugl þetta? Nei, alls ekki hætta því. Heima í tillinu að hlusta það, í bílunum. Ég ætlum ekki að vera með sama leik og síðast að allir sem að hella vel í sig út allan heim, takk okkur ekki bara hella í sig. Nei, bara vera að hlusta á þáttinu og góðast það. Það engin edrú að hlusta okkur. Nei, mér finnst þetta svolítið skemmtilegt. Góður punktur Agli að það sé að búa til smá keppni. Við erum allir mikil keppnismenn. Búum til keppni. Það unnum tveir síðast. Já, búum til keppni og hérna sem sagt út að taka myndaðir. Að vera að hlusta á þáttinn. Já, og sína okkur hvar út að hlusta og taka efni í fyrir. Þú mátt alveg vera bara heima hjá þér. Það væri gaman ef fólk myndi vera með smá metnað í þessu. Og við ætlum að velja tvær skemmtilegustu myndirnar. Og skemmtilegustu myndirnar fá borð annarkvort í kvöldi eða morgun sem við hendaðum. Það Solbert borð á American Bar. Það eitthvað sumar veistla að hefjast þar. Þannig að þú getur unnið Solbert borð? Já, borð fullt af Solbert. Gefum ekki partybás á Og hvað hashtagið? Hashtagið bara F95 blöð, setjum mynd eins og síðast. Fólk á að vera að fara að þekka þetta. En við erum með glæsilegan þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum, það að koma hérna, liður sem hefur ekki verið lengi. Við tókum hann upp fyrir í dag og hann hefnaðist frábælega. Það stigagangurinn. Það stigagangur, já. Í dag væri hægt að kalla þetta líka stjórnun í útvarpi. Já. Svona bæði. Þú fóst í eitt gammalt og gott og hérna sagðist vera fasturinn á klósetti. Já. Og þurfti pappír. Já, og ég sendi nákvæmlega niður. Já, og mjög góð kona sem ákvaði að hjálpa þér. En veist það það var einhver heima. Þetta bara skemmtilegt sem ég gerir. Já, hún bankaði upp og það var einhver heima. En við fengum málega, ég er svo ánægð, hún tók heima síman með sér. Þannig að maður heyrði öll samskiptin þeirra líka. Þetta mjög gott, það hérna á eftir. Svo erum við með myndir fyrir cash. Við erum með sturla staðrendir. Engamálið á sínum stað, það ekki alltaf. Ég með Gilsi betur aftur. Nei, glemti því maður. Ekki séns. Spurningakeppnin enn að svo að með síðast? Já, það er ekki orðið fastur. Ég ætlaði með þess að Nei, það var ekki trailer. Ekki annar trailer. Það var hræðileg, ekki trailer. Fyrst að það ekki trailer og bara öðru lagi, hún ekkert aftur. Ertu búin að semja fleiri spurningar? Já, ég held að þú verður með Gilsi betur aftur í dag. Nei. Ertu búin að semja spurningar? Gátt ég verður með þetta einu sinni á búið. Þetta var svo dapur. Mér finnst það bara að vera einu svona mikið síðan. Hvenær á DJ Alle getur ammali, hvað ég í 40% og eitthvað svona kjafta. Þetta var nefnilega mjög góða spurningar. Hrikaleg keppni. Ég samdi spurningar aftur í dag. Þetta er ekki nefnilega 12 spurningar. Gleymdu 12 spurningar. Aldrei 12 spurningar. Aldrei. Þú sko, þetta er langt, þetta er útvarp. Við erum í 2 tíma þetta. Kannski leifum 3, 4 Max 3, 4. Herru, Kaffitárs Tristan snýr aftur í dag. Hann er líka á sínum stað. Íslensk slúður. Íslensk slúður, það er brakandi fest í dag. Búin að fá mikið á tölupóst. Kortmyndur frekar. Herru, þetta er þéttu. Það er engin tími fyrir Gilsi betur. Ég hafði nefnilega, ég vildi ekki henda mér í Tristan í dag. En Egill, hann bjóð til núna rosalega baksögu og bað mig að treysta sér. Og við verðum bara að sjá hvað gerist. Ég þarf að koma inn á framfæri. Akureyri á annarri hliðinni. Því að MA klárar ekki prófum fyrir 5. júní og menn að benda mér á það að við erum allt lóðurétt niður okkur. Þeir klára 5. júní. Já, ok, það er sökkan. Já, það er helviti dapurt. Ói barasta. Það er bara sumar að vera búið. Það er bara hálft sumar að fara í þetta.
Ertu bara í síðasta prófi rétt fyrir þjóðhátíð? Það er ekki eitthvað dapurt? Það er bara, það kjafta En alltaf við óskum þeir sem eru búinir í prófum til hamingju með það. Og þeir sem eru í prófum, takið nú smá pási í 2 tíma og hlusti á strákana. Nei, sem eru í prófum, slögt út af punn núna. Ég ætla ekki að fólk að fara beint í ríkið. Nei, hættu þessu. Það eru líka úlningar og svona hlusta. En veitu hvað, Þeir eru bara með Pepsi Max að ég er sko alveg sammála allir. Það er alltaf að taka próf alveg virkilega. Þú getur verið mjög þunnur í prófi. Það er bara, þú ert einbeittur og flottur. Þú ferð alltaf í próf helgi eða það? Nei. Hlusta þáttinn í 2 tíma, svo halda það að læra. Maður er alltaf lítill lýsa á mánudinu líka. Já, menn eru enda mislitlir í sér. Ég þól ekki þegar ég er það lítill í mér en svo daginn hjá okkur, þegar við tókum daginn. Það var afmæli hjá Agli. Ég þól ekki þegar ég er að feika daginn eftir bara hvernig ertu. Ég er góða bara. Nei. Það er agalegt, þú þykist vera góða. Ég þóru alltaf að panta með pítsu sko. Bara taka á móti manni. Já, bara faðma. Ég faðma pítsusendurinn. Faðma. Kristals með Of Monsters and Men. Ríkalega flott lag og er í miklu uppáldið mér. Ég er að vera alltaf meira og meiri Of Monsters and Men aðdáandi. Já, algjörlega, og líka, það má ekki, þú veist, við verðum að taka það fram hvað Siggi Sig var góður, sko. Já, stórkostlur í vídeói. Hann gerði vídeóið. Æðislur, en þau gerðu samt nýtt vídeóið, þessi það? Nei, já, ég er ekki búin að sjá. Ég skil það ekki, mér finnst þetta svo flott. En, já, það er komið að slúðrið hér í FM95 Blöð. Ekki íslensku, það er á eftir íslenska slúðrið, en, þetta er pirrandi með röddina á mér. Hvað er þetta, maður? Þetta er bara gott. Svo kvefaður, en hérna, já, ég er með svona allt í lagi pakka. Það var alveg hinskilin, hann er ekkert spes. Hvað ætlar að bjóða okkur upp á? Ég ætla að byrja á að tala um Joe Jonas úr The Jonas Brothers. Hann er vist að hitta... Nú gríp ég tómt. Þetta var hrikalega vinsæl hljómsveit Jonas Brothers og hann er einn af bræðurunum. Og hann er vist að hitta núna stelpu sem heitir Gigi Hadid, sem ég reynda að þekki ekki einu sinni, sko, en það sem að mér finnst merkilegt í þessari frétt er að hann var spurður í viðtali á dögunum, Joe Jonas, því að þeir sögðu allir strákarnir í hljómsveitinni, þeir eru vist mjög trúaðir. Og þeir voru svona goody two-shoes boyband, veit þið hvað ég meina? Það voru svona, æðislegi strákar og bara svona fullkonar ímyndin og þetta gekk allt út á það. Og þeir gáfi viðtala, þeir voru allir með svona búin að gera samninga, þeir myndi ekki stunda kynlíf fyrir eftir að þeir búin að gifta sig. Og voru með svona, hvað heitir, svona ring, hvað heitir þetta? Skilllífsring. Já. Og auðbarasta. Þú veist þetta er svo eitthvað asnalegt. Rólegur. En til dæmis Chris Rock gerði mikið grína á MTV Music Awards. Hann sagði að vera Jonas bróðir, og þá voru þeir náttúrulega the shit, sko, voru vinsælasta hljómsveit í heimi. Hann sagði að vera Jonas bróðir og verið með skilyrðisring var eins og vera Superman og nota ekki skikkjuna sína, sko. Hún fannst þetta svo asnalegt. En hérna, þeir eru allt niður úr sér í dag, eða? Komnir á dæluna og... Eitt er að er giftu, sko. Þú er það á dælunni, eða? Nei, hætti það, er alltaf allir konur á dæluna. En einhver aðeins hlutur að koma á dæluna? Nei, þeir eru bara feskir. Og þessi Joe Jonas, hann er núna á fulli tónlistinu og hann var spurður út í skilríðsyningina, því að nú er hann ekki giftur og er ekki með hringin lengur, hvort hann væri ennþá heitsveinn. Og hann sagði no comment og vildi ekki ræða þetta. Þegar maður sýnir manni að það er svo hættulegt að vera að gefa einhver svona lofvörð þegar þú ert í boyband og ert 18 ára eða eitthvað, 17 ára. Já. Passaðu hvað er að gamall þetta sér? Hann er svona 23 ára í dag eða eitthvað, 24 ára kannski. Já. Og ekki búinn að gifta sig, en enginn að segja með það að hann sé ennþá heitsveinn. Nei. Fyrst hann er búinn að taka hringin af og segja no comment. Einmitt. Frekar ólíklegt, sko. Já, þannig að menn þurfa að fara að valega í svona lofvörð, eða ekki? Eins og Britney, hún talaði um þetta líka og áður maður vissi og þá var hún bara gift muni ekki, hún ætlaði snóða sig og alveg öskandi geðveik. Hún er komin aftur, stokkar. Ég er í tím Britney. Já, ég hef alltaf verið í tím Britney. Hún var að hendi nýtt lag. Meiri sætt þá snappaði og snóðaði sig og gekk berserksgang Hollywood. Ég var þá ennþá í tím Britney. Hún var að henda í nýtt lag með vinkonu minni Iggy og það er, ég er í tím Britney. Þegar fólk vill vera sköllótt með þess að kvenmenn, þá er ég í tím því. Hún tók blöðarinn á þetta. Sá hann það ekki viðtal líka? Jú, hún ákvað að taka blöð á það. Þetta er bara orðið blöðklippingin. En veitu, er þetta slúðurinn sem hann þarf að bjóða okkur upp á? Nei, svo er ég líka með annað sem að vakti athygli mína. Það er að koma út sjónvarpsmynd O.J. Simpson. Þið vitið svona sjónvarpsmyndir, það er alltaf svona nettar svona B-myndir, þetta fer ekki í bíó, þetta fer ekki á DFT eða neitt. En ég var að sjá núna kastið í myndinni eða leikarana og þá hugsaði ég bara, vá, hvað sumir hafa fallið hratt einhvernig, því að sko, einn lögfræðinginn leikur David Swimmer sem var Ross í Friends. Toppmaður. Hann hefur nú bara verið á hraðri niðurlið alveg síðan hann leikir Friends, sko. Annan lögfræðing sem er vist eitthvað frægur lögfræðingur hann, John Travolta leikur hann, Selma Blair leikur í myndinni og Cuba Gooding Jr. leikur O.J. Simpson. Hvað var þetta lið? Þetta er bara toppleikara. Nei, Cuba hefur nú alltaf verið hálf slappur. Já, sko, Cuba Gooding Show me the money.
Já, hann Þvílíkur meistari. hann bara hrunda allt í honum eftir að hann vann Óskarinn. Hann átti geggjaða ræðu. Vann hann Óskarinn? Já, fyrir Jerry Maguire, var geggjaður henni. Og hann hefur bara lítið gert síðan. Hann var að leiki, muni ekki einhverju svona hundasleiðamynd eða eitthvað, og einhverju úlfar og eitthvað. Hann er alveg, nei, ekki þannig, þetta voru, mann ekki eins og hvað heitir. Það er allt í pulli í honum. Já, og ég bara Hann rífur sig í gang. Já, ég reyndar alltaf verið Team Gúta líka. Ég er ekki Team Kúba. Mér finnst það að vera eitthvað off. Já. En hvað er þetta, Egill, ert þú ekki með þetta? Ég er með uppdate. Mæli á þeim. Já. Hvað er það? Ég er með shocking news. Sko, fólk veit alltaf að Patrick Schwarzenegger er núna upptekinn við að taka upp hérna Fireman vs. Zombies. Nei, það veit það enginn um að þeir sem hlusta á þennan þátt. Er það ekki bara við og okkar hlustendur sem vita það? Og það er nóg að gera hjá honum. En hvað heldur að pappan segi? Hann var bara búin að leiki Conan the Barbarian og alls konar myndum, þú veist. En eitthvað verða menn að byrja, sant? En þú byrjar ekki á Fireman vs. Zombies. En sko, Miley Cyrus hún er komin í fyrirvunandi aftur. Hún er komin í Liam Hemsworth aftur. Hæ? Já. Wow, það er enda one hell of a man. Og í þokkabótunum byrja að plana brúðkaupið þeirra. Hún vinnur frekar hratt. Já. Planning wedding. Stendur hérna. Já. Býtu, var hún ekki frá að giftast Patrick Schwarzenegger bara fyrir 2 vikur síðan? Já, og hún er komin í Liam Hemsworth. Það er eitthvað rugl í gangi. Já, það er rugl í gangi. Hún er held ég, hún er eitthvað rugli held ég. Stráka, þeir eru ofta að skamma mig fyrir það að vera hérna að bulla eitthvað hérna. En nú er ég með alvöru fréttakölkin að hann er farin að selja selfie-myndir á dollara á Rumblunni í Barcelona. Nei. Selfie-myndir. Og dollar? Já, og svo er ég með annan hérna. Á $1? Ha, ja, bara 1 euro bara. Og svo er ég hérna með líka smáfréttar ég verða að fá að hendi eitt hérna. Þetta er Nicolas Cage. Það er minn maður í dag. Nó, hvað? En það var sérst núna LA, út í LA. Það er sól og blíða og allt í góðu. Alltaf gott við það. Alltaf gott við það. Það var krakki að labba með gældur sitt. Núna bara í síðustu út allt hérna á slúðum minnum. En ef þetta er út allt, okkur þú ekki lesið þetta af einhverju netsíðu? Nei, ég las þetta bara. Þú ert bara horf út í lofti? Nei, ég las þetta bara fyrir í dag. Ég veit nú þetta búið þetta til. Nei, ég var að lesa þetta rétt á. Okkur þú ekki með tölvulegin opna allavega? Sko, það voru úlingar að svona rekja hana strák og voru að taka af honum kassan og inn í kassanum, það var gældur, það var kanna. Og þeir voru farin að henda henni þú voru að hendina á milli og eitthvað svo leis og Nicolas Cage er á rauðu ljósi. Sér þetta, á svörtum pás. Hann slætar sólglirunum niður, kallar í sólinga og segir strákar put the bunny back in the box. Hann sagði Viking léttöl kynnir Amabadama á Húrra laugardagskvöld á samt Reykjavík Sound System. Secret Solstice kynnir í fyrsta sinn á Íslandi. Wu-Tang Clan, stærsta rappljósveit 10. áratugarins, kemur fram í Laugardalnum í sumar á samt FK Twigs, Kelis, Gus, Hjálmum, Ham, Valdimar og Enzimi. Hvar verður þú þegar sumarinn er hámarki helgina 19. til 21. júní? Ekki láta þig vanta á Secret Solstice í Laugardalnum í sumar. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Orkulykillinn er einfaldur í notkun en margfaldur í afsláttarkjörum. Hann veitir afslátt hjá Orkunni, Shell, afsláttarþrep, þína stöð, afmælisafslátt, upphafsafslátt, metanafslátt, afslátt hjá 1011 og yfir 20 öðrum samstarfsaðilum. Sérmerktur lykill. Magna að þetta komist allt fyrir í einum litlum orkulykli. Orkan. Nordic Events kynnir Snoop Dogg. Hinn geysi vinsæli Snoop Dogg mætir aftur á Íslandi og heldur risatónleika í Laugardalshöll þann 17. júlí næstkomandi. Ekki missa af þessari mögnuðu upplifun í bóði Nordic Events og tryggðu miða strax á miði.is. Túborg kynnir Eistnaflug dagana 8. til 11. júlí í Neskaupstað. Nánari upplýsingar á eistnaflug.is. Ekki vera fáviti og mættu á Eistnaflug. Túborg, léttöl. Ekki gleyma að teygja. Ekki teygja of mikið. Ekki gera neitt sem er of flókið fyrir þig. Og sama hvað gerist, ekki gleyma að líkaminn þarf hleðslu. En betra númer. Sama góða þjónustan. 1818. Tvöfalt auðveldara og tvöfalt mikilvægara að muna. 1818. Já, er svarið. Sumarið þitt verður frábært.
Fallegar sumavörur fyrir allt frá lautarferð að ættarmóti. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA. Úlfur með föstudagstónleika á Gullöldinni í Grafarvogi. Finnlandia á svæðinu. Frítt inn. Það Hamborgarafabrikan sem færir þér FM 95 blöð. 5-7, það Steindi Jón, Egill Gils og Auðun Blöndal með ykkur á þessum glæsilega föstudegi og strákar, ég er í hættulegum gír, það bara svoleiðis. Ég er í rosalegum gír. Ok, hvað hættulegast það fyrir kvöldið eða eitthvað? Nei, alls ekki fyrir kvöldið, bara fyrir þættinum strákar. Það er líka veisla framöndan. Það er veisla framöndan. Nóg framöndan. Ég veit hvað er framöndan og ég er spenntur. Já, það styttist í, Kaffitás Tristan, við erum með engamálið, við erum með stigaganginn. Ég er hrifinn af Tristan. Já. Við vitum allt það. Ég er nefnilega ekki, hrifinn á honum og þið. Ég er mjög gaman. Það vantar ekki sjálfströsti í Kaffitás Tristan. Nei, það er þannig. Ert þú með svona sjálfströst sjálfur? Nei, ekki svo Tristan. Nei. En það er eins og að koma að dagskrálið sem er fastur hér á föstudögum og verið í smá tíma og hann heitir Myndirðu fyrir cash eða Myndirðu fyrir pening. Ok. Eins og hann hét upprunalega og það er, eins og alltaf 3 spurningar. Ég spyr hvort að þið myndu gera hitt eða þetta fyrir vissa uppæð. Eru þið tilbúnir, drengir? Já, við erum klárir. Er það ekki? Og haldið þið verið ódýrir í dag? Nei, ég ætla ekki að vera ódýr í dag. Ok, þú ert endur alltaf ódýr. Ég get sagt ykkur það eru háar uppæð í boði fyrir ykkur ef þið eru tilbúnir. Ok, ég hef alltaf gert eitt. Ég hef alltaf bara tæmt hugan og verið hreinskilinn. Minnsta sem þú getur fengið í dag í Myndirðu fyrir pening er 200 milljónir. Minnsta sem þú getur fengið 200 milljónir? Já. Ok. Það var rakinn í dag. Ég gæti orðið jámaður í dag. Þetta eru erfiðar spurningar. Herðu, þá kemur fyrsta. Myndu þið aldrei muna nöfn aftur fyrir 800 milljónir? Aldrei muna nöfn aftur? Já, þannig bara þú kemur hérna inn, þá getur ekki sagt bara Egill Lauti. Þú ert með, það er ekkert að minni, það er allt bara í lagi en þú bara manst engin nöfn. En andlit. Já, þú manst það. Það er bara allt annað. En þú mynd aldrei muna hvað konaðin heitir eða dóttin, þannig að þú kallar hann, þá ertu bara að segja stelpa eða dóttir eða kærasta eða... Já. Það er frekar steikt maður. En sko, maður gæti nú... Það er ömulegt að vita aldrei nöfn. Já, nei, en maður gæti sennilega. Þú veist að ég er svolítið vondur með nöfn. Ég man rosalega vel að dóttin heitir þið ekki? Jú, svona rétt svo. En ég man ég þekki andlit, ég glöggur því. En ég man ekki alltaf, ég næ ekki að tengja náttúrulega. En sko, ef þú ættir 800 milljónir, þá gætir hún örugglega múta félagunum, borgaði mikið smottir í fyrir að vera með nafnspjald á sér. Er það ekki? Ég myndi borgaði 1.000.000 og verður með nafnspjald og hittir. Alltaf þegar ég hitti, bara þættinum og svona, þá getur alltaf að lesa bara auði. Já, þetta er góð lausn. En hvað er maður lengi að gleyma þessu? Ef ég kem núna og það er bara mannsta, það er strax gleymt. Það er bara strax farið, aftur núna. Bara Er það svoleiðis? Já, bara mannst engin nöfn. Maður segir bara gamli hvernig þetta? Já, maður getur kallað það, ég getur bara kallað það sjámla. Sjámli. Já, takk. Hvað er þetta já eða nei hjá ykkur? Þú eru ekki að vera að koma með sjámla aftur? Þetta er bara... Ég ætla að segja já. Ég er virkilega... Þú segir já? Alveg pottið. Pottið. Já, ok. En eins og ég segi, ég hefur rosalega trú á því að maður getur plata fólki að vera með nafnspjald. Láta bara... Korn að vera með nafnspjald og... Já, bara ég myndi gefa kannski dóttur minni og konni bara svona hálsmenni sem væri með nafnspjald. Þú getur líka alltaf verið bara með hellinga pening á þér og svo bara, ég kannski man ekki hvað heitir, en hérna er 10 skall. Þú veist það, ég gæti gett líka eitt, ég geti fengið með húðflúr. Með nöfnum. Hvað meinar þú? Bara svona á hendina. Ég geti verið með fullt af nöfnum á mér. Já, bara svona geti alltaf hend upp erminni og já, heyrðu, akkurat. Rónja. Já, það er ágætt. Þetta hljóma sem VSN, þannig að ég ætla bara að segja nei. Það er þetta nei á þetta? Egil hendur nei, Steindi sagði já. Það hljóma VSN. Já, nei. Þá er það næsta. Mundið tala eins og 7 ára krakki það sem eftir er ævi ykkar fyrir 500 milljarð. Jesús. En þú gæði ekki að segja þetta? Hvað, smámæltir og allt eða? Nei, bara eins og talaði þú á 7 ára. Það er ekkert allir 7 ári krakka smámæltir. Ég var svolítið rámu krakki, sko. Já, hvernig þá? Nei, ég er svona smá svona. Var það ekki bara grettan í þér? Grettan í mér, ég var 7 ára. Já, ok, sorry. Og ég barast það. Nei, svona þetta er einhvern veginn þannig rödd. Hvað segir þið? Nei, ég var með 8 hnúta á rabbinunum. Ég var bara með á læti mér. Já, ok. Ég, það myndi fá að taka marka á þér. Já, mjög erfitt að fara að fundi og tala eins og 7 ára krakki, sko. En þú verður náttúrulega klæddur eins og $1.000.000. Þú verður rosalega fínn í tauginu. Þú myndir vera, þú veist,
Ok, ég var að spá. Það myndi allir, þú veist, það myndi allir taka markaður. Þangað til þú myndi byrja að tala, sko. Ég held að ég myndi taka, sko. Nei, ég gæti það ekki. Það er svo að vera 7 ára. Já, þá ertu, maður er þetta hætti út af sjónvarpið ekki. En er þetta ekki það grilla? Jó, þetta er, fólk er líka svolítið þreytt á þessu. Ég þarf bara að henda nei á þetta bara strax í niður. En þú getur sko... Nó til hjá Agli, maður. Hann bara veifar öllu frá sér, maður. Það er saman kannski $500 milljarður. En sko, á móti, þú getur fengið grímu. Svona eins og Bein var með. Já, nei takk. Þú getur það myndi breyta röddinni. Við erum alltaf með Bein. Það vera með Beingrímu er alltaf það. Fyrir $500 milljarð, alltaf. Ég ætla að segja já á það. Þú segir? Já, ég ætla að segja já á það. Ég myndi koma með grímu. Ég myndi breyta röddinni með einhver. Eða svona grímu, bara einhverja. Bein eða svo grímuna. Einhverja svona, ég myndi breyta röddinni einhvern veginn. Steindi kom með 2 já, Egill með 2 nei. Þetta er alltaf sama sagan maður. Þið vantar alltaf kass, en Egill ekkert að stressa sig. Bara erfitt að segja nei við þessu. Það var að síðasta spurning, myndið þið verið með svona hlátur, þá er ég að tala bara alltaf þeirri hlægi eins og núna, þú varst að hlæja, þú tókst bara, veist eitthvað svona smá, bara alltaf þeirri hlægi, alltaf þeirri ykkur finnst eitthvað fyndið, þá hlægi ég svona. Ói, bara statt. Ói, hvað þetta var perandi hlátur. En þeim fengið 200 milljónir í staðinn. Maður heyra hann einu svona. Fyrir 200 milljónir, já eins og núna var að hlæja. Mér stenda þessi hlátur bara heldur góður þér. Þannig að þú segir já. Nei, þú gætir ekkert verið að gera þetta í veislum og svona. Já, þú getur talað eins og 7 ára krakki. Já, það var nú töluvert með, var það ekki, það voru ekta pening. Ég menn ekki það sleppti að hlæja. 300 milljónir, nei, alltaf þeirri finnst eitthvað snið, þetta hlæðu, ég sagði það. Það var svolítið. Myndið taka þessu? Ég hlæði nú ekki það oft upp. Sko, mér langar, hvað fæ mikið kast til að taka hlátur sem messi með köni? Ég myndi freka vilja hlæja eins og auðvitað var að hlæja heldur en þetta. Nei, hvað meina? Auðvitað þá hlæðir með með köni. Ef einhver myndi segja brandara, myndir þú vilja vera bara Hann hlæðir ekkert svona. Sko, það væri mikið dúsbæk. Já, hann bara hlæðir líka ekkert svona. Freka myndi vilja hlæja. Svo ég veit að hann hlæðir ekki svona. Maður heyra hláturinn sem maður myndi. Þetta er rosalega pirrandi hlátur. Þetta er mjög vont. Hann er ekki nefnir kringu þegar það er gaman. Ég ætla að setja já á þetta. Þú setur já, samt. Egill. Veistu að ég ætla að taka tilbaka. Ég verði að taka nei á þetta. Þetta er hrikalegur hlátur, sko. Já, Egill, hvað segir þú? Það er bara, nei. Nei. Hörðu, hvað var trailerinn? Þú sagði nei. Já, ég glemdi að setja á. Já, glemdi bara að setja hann á, já. Þú veist, ég ætla að henda já á þetta. Ef ég væri með þetta og 7 ára röddina. Óvarglendi þið. Hrikalega flott lag með Ed Sheeran og, já, Rudimental, Bloodstream. Fílættalag í tætlur. Hér eftir smá stund þá förum við í stigaganginn og íslensk slúður og fleira. En ég vil minna á að við erum með leik í gangi inn á Twitter ef þið hendið í hashtagið FM95blöm og sína okkur hvar þið eru að hlusta. Þetta er þunniðinn, borð á Amerikan bar, Solbert borð tróðfullt af Solbert. Það er til að tjekkja á því. Hérna bara austur hann að beint á móti American Bar. Maður getur ölltandi 3 skrifi yfir. Þetta rótir að þessu. Er þetta færast neðar hérna? Beint á mótið Kóðfáður. King Kóðfáður eins og þú kallar hann. Er hérna Kóðfáður eitthvað að rassamæla sig í dag? Það miklu meistari. Í slúrinu? Nei, hann er ekki í slúrinu í dag. En hann er náttúrulega var að rassamæla sig mjög mikið í síðasta slúri. Já, er ekki komið gott að því með hann og rassamæli? Jú, kannski. En eins og ég segi, það náttúrulega var bara svona stór kapli í líf hans og stórt svona jafnvel skref í mannkynssögunni þegar hann náði 37 sléttum. Hann náði 37 komum, ekki komu yfir og ekki komu minna. Það er ótrúlegt. Serðu þig, hérna Steindi, nú ertu með slúður á einhverjum Íslendingum og þetta er þetta alltaf kjaftaði. Nei. En þú ert búin að vera núna tvisað með Kolb, þar sem hann alltaf að leika sem einhvern rassamæli. Er það ekki eitthvað svona aðeins? Þú þurfum að fara að hugsa. Ég er að fá þetta sent. Ég get ekkert í þessu gert. Ég er sendibúinn. Ég get ekkert að ég gerst út á Áskil Kolbe segja rassamæli sér daglega. Nei. Mér er bara skrítið ef ég var reynskilin. Já, mjög skrítið. Það sem við ætlum að gera núna er að við ætlum að fara í Kaffitás Tristan. Já, það er komið að því. Það er komið að honum. Ég ætla að skóla þig til. Og þetta er mjög einfalt skómáli. Ég hlusta á mínar ráðleggingar og þú færi date. Þú hlustar aldrei á ráðleggingar mínar og þess að færið aldrei date. Strákar, hvað var þeim Starbucks Stone í trailerin? Akkur verður hann aldrei spilaður? Hann er týndur líka. Hann týndur, já. Þurfum að hendi Kaffitás Tristan trailer. Já, bara í gær held. Ég vil trailera fyrir allt, sko. Ég veit það, veit allt það. En málið er Ok, ég nenni ekki að vera einhver flugmaður eða eitthvað svona rugl aftur. Nei, ekki þú ert mjög virtur balance shake sölumaður.
Mjög vilt. Og byrjaði á því, það eitt sem mjög sexy. Hægt að vera virtur Balansshake? Spurðu bara, þegar fyrst byrjar á að segja, hvað heitiru? Og hún segir kannski eitthvað hérna, Guðrún eða eitthvað, segja þá, bingo. Bingo. Það mjög sexy, þegar hún segir nafnið sitt, þú varst að leita henni, bingo. Og taktu það fram að þú drullar peningum. Peningar er ekki vandamál. Það eru skráðan niður, við förum hérna í örstundurauðlýsingar, svo hendum við í þetta. Bara, það kemur ekki lagað neitt, við hendum í auðlýsingar, svo förum við í Tristan, hann er að skrá niður hvað hann að gera, hann er ekki... Það fara hans yfir þetta. Þú voru að segja mér að spila frá sig. Sommersby klukkutíminn á Austur næsta laugardagskvöld. Sommersby af Krana á einungi 600 krónur milli 11 og 12. Partizón í bóði Joe and the Juice og Corona Kinn á Dolly 16. mæ. Partizón 95. DJ Margeir, Tommy White, Fríman, Gretar G. Síðast voru fleiri í röðunni en inn á staðnum og mæti tímalega. Við svölum forstað þjóðarinnar með ferskum djúsum og hressandi shakeum. Kíktu til okkar á Joe and the Juice í Kringlunni, Smáralind eða World Class Laugum. Hei, þú, bræðlugarnir hjá þér hringdu þegar þeir farnir á grillhúsið. Grillhúsið? Þú veist þú vilt það. Pepsi Max, Doritos og PlayStation kynna Reis Remmert á Íslandi. Stórtónleikar í höllinni 27. ágúst ásamt Her Snillinga, Pell, Gísli Pálmi, Retro Steffson, Friðrik Dór, Herrand Netusmjörð og Hermigervit. Miðasala er hafin á miði.is. Reis Remmert á Íslandi. Sena. Hjólaði vinnuna á virkum dögum, leika sér helgar. Þú færð alvöru hjól í hjólabúðinni G.A.P. Faxafenni. Allt frá handbolta til hestaíþrótta. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Gerum eitthvað. Gerum klárt. Klárt fyrir sumarið. Gerum garð. Gerum pall. Fínan pall. Höfum það gott á pallinum í sumar. Bíkó. Kjarkmikið sesarsalat með raunsæju beikoni og hóværum kjúkling á Fredriksen, Hafnarstræti 5. FB Sumarskóli. Náðu forskoti. Sumarskólinn í FB. Sumarskóli.is. Það er Hamborgarafabrikan sem færir þér FM 95 Blö á silfurfati. Glóðargrillaða. Harriet, það er Hamborgarafabrikan sem færir þér FM 95 Blö og við áður fórum í auglýsingar þá var Egill að segja þér, þú ert Kaffitás Tristan, þú ert Balansshake sölumaður, þú ert nóga pening. Mér líst ekkert á það. Þú ert hávaksin og í góðu formi. Já, ertu tilbúin í þetta? Og nota það svolítið, það er árshátti hjá þér í kvöld kl. 9. Þú varst að leigja limbu. Er árshátti hjá Balansshake sölumennum í kvöld? Ekki hú. Þú ert með limuna núna lausa. Þú ert einn í limunu að drekka vodka í Balansshake, nakin. Drekka vodka í Balansshake? Nei, það er gott. Þú ert með Billy Boy út af rennunum að þig. Tilbúin? Ég veit það ekki. Já, gott er karakter og hringjum. Kjörnumestaren, góðan dag, Raka. Já, góðan daginn. Daginn. Tristan heiti ég og var þarna daginn hjá okkur og fekk mér uppáhelling. Fékkst þér hvað segir? Uppáhelling. Fekk mér kaffi á okkur. Fékkst þér kaffi? Já, Raka, er hún við? Hvað segir? Raka, er hún við? Þetta er Raka. Þetta er Raka? Jeps. Bingo. Bingo. Ég er mjög virtur Balansshake sölumæður, Raka. Og ég er búinn að selja það mikið að fytisýrum undanfarið að ég var að fá minn eigin Cincino-límið á bílinn í gær. Ert að grínast? Ekki neitt. Ha? Og ég er hávaksin. Raka, ég er í mjög góðu formi. Ég er 10. Ég er alveg, veistu að ég er búinn að fá held ég 3 árs með kynningar, sko. Ég er solid 10. Ha? Raka, ég er drullakassi. Það er ekki vandamál. Ég er að selja heilsu og þessi seikar er að bjarga mannslífum. Ok. Og það er ásátti hjá starfsmönnum Balansshake í kvöld. Ok. Það er mæting kl. 9 og ég hef Það er ekkert annað. Og ég hef tíma að þanga til. Þú hefur tíma að þanga til, já. Og ég var að leigja mig limmu, Raka. Og ég er einn inni núna. Það er 900 kall stykki bara. Það er allt ykkur. Hvað segirðu, fyrirgeðu? Varst að leigja limmu? Það er mjög gott verða stykki. Það er mjög gott verða stykkinu, sko. Mér vantar félagskap og gettu, þú ert félagskapurinn, Raka. Nei. Þetta er að fara að gerast. Ég er að drakka vodka í Balansshake akkurat núna, Raka. Nakin. Og ég er að renna á mig einu Billy Boy. Þú ert mjög skemmtilegur. En hérna, hver er þetta? Ég er að renna honum á mig, Raka. Hæ? Ég er að fara að pikka það upp. Ég drulla peningum, kíkta á mig, sestu niður. Taktu þátt í þessu rugli. Já, ég er annan. Þú ert náttúrulega bara steik.
Heyrðu, en hvað hérna er eitthvað annað að þetta? Treystu Tristan, Raka. Ha? Treystu Tristan, ég er að renna á mig Billy Boy, akkurat núna, nakin, í limósíu. Nei. Já, fullt í Þetta rann. er sjúklega hressandi. Taktu sér Þetta er mjög hressandi og mjög hressandi síndur svona fösti. Kota á ársati hjá með mér í kvöld. Allir starfsmenn balans Það er eitthvað. bjór bara þegar maður heyrir þetta. Raka, taktu sénsinn. Kota á ársati. Já, ég tek aldrei sénsinn. Du staðar ekki á danskonu, Raka. Hvað þið? Fáðu balans ekki vodka með mér. Ég er að renna honum á mig. Ég brjálust. Heyrðu, ógislega töf. Henda þessu undir nú, Raka, ég er að koma að sækja þig núna. En á ég að gera eitthvað fyrir þið? Já, segðu upp og kottu út núna. Ég er að koma að sækja þig. Það er bara svolítið, ég er tíma akkurat núna. Taktu Já, sénsinn. ég er bara að gefa mig 5 mínútur, ég ætla að ganga frá þessu tími. Ég sé þig, treystu Tristan. Frábært, sjáumst eftir. Gera það, takk. Success. Þetta var svo langt frá því að vera success. Það er ekki hægt að kalla þetta Nei, success. ertu hvað geðugur. Loksins fylgdur í fyrirmaðurunum og hvað gerði? Bam, date. Þetta grínast, hún var að tala í kaldan í allt sín. Nei, það er ekki hægt að kalla þetta success. Og hún er að fara að segja upp núna, konan. Nei, ertu Hvað er hvað þú að geðugur. segja upp? Bakararmeistarann? Já, aldrei. Hvað, því hann á fullt í ranan og er að renna á sig Billy Boy? Þetta er ógeðslega. Ég hugsa að ég tak ekki þátt aftur í þessu. Það er svolítið, eina sem að hræði mig svo mikið í þessu er, ég finn svo mikið af Tristan í þér. Þú átt svo létt með þetta. Á ég létt með þetta? Þetta var kaffitás Tristan, þennan föstudaginn. Í amerískum fötum, þambandi úr glösum, standandi í röði Bankastræti Geislaðin Ísland, ætti að vera veistla Geislaði búkan bröf, geislaðan áður en þú veist að við neyslan ætti að vera veistla Í næsta lífi XXX Rottweiler og já, ég fíla þetta lag alltaf meir og meir. Enda sennilega minn uppáhaldsrappar á landinu. Já. Það kann þetta alveg kallinn, sko. Já, það er erfitt að toppa hann. Já, þið eru að hlusta hér á F9 blöð. Það styttist í stigagangin sem er hér eftir smá stund og Hrikalega var óþægild að taka Tristan í dag. já, þetta er Tristan er að scumbag. Það er samt, þú búin að vera árangri núna. Já, þetta var ekki success eins og þú kallar þetta. Nei, fjandinn hafið það. Nei. Það er ekki hægt að kalla þetta. Ég held að sé aldrei hægt að vera með success þar Tristan. Nei, ég held ekki eftir. En það er eins og komið það virtasta dagskrárlega F9 blöð og það eru sturlaða staðreyndir. Og þær eru 10 eins og alltaf. Hversu sturlaðar eru þær í dag? Það eru nett í þetta, sko. Já. Mjög góðar. Og eru þið klárið þetta? Já, við erum klárir. Ok. Er ein feik? Nei, engin feik. Ég hef aldrei verið með trailer fyrir sturlaða staðreyndir. Nei, farða að hendi hann. Þú ert alls niður þig. Ég vil hafa trailer fyrir allt. Já, þú erum komið inn á það. Kannski hendi trailer fyrir sturlaða staðreyndir. Aldrei að vita. En já, þær eru tilbúnar. Þeir eru tilbúnar, drengir. Hlustendur líka. Þá byrjum við. Fyrsta er mjög áhugaverð. Höfrungar eiga bromance. Það eru þeirra tveir svona karlkyns höfrungar eru mikið saman, alltaf sko, saman í 15 ár að hjálpa hverjum öðrum að höstla. Ég bara, er höfrungur, getur hann átt wingman? Já, svona þetta er basically, wingman er kannski betra en það stóð bromance í inn á síðunni. Þeir vinna saman. Já, þeir eru saman og eins og stóð að í alltaf 15 ár syndaðurum saman að hjálpa hverjum öðrum að höstla kvenkyns höfrunga. Ok. Þannig að, já, eins og Steindi sagði, höfrungar eiga wingman. Já, wing dolphin. Ætli annar komið svona einn fyrst og er eitthvað svona svo trúðurinn og svona frekar lélugur á því og svo kemur hinn og er töffari. Já, hefur þú verið góð wingmaður? Nei, ég hef aldrei verið wingmaður. Ekki? Nei. Þú aldrei hjálpað félögunum eitthvað? Nei, komið eitthvað sagt að þetta sé gauri snillingur? Nei, jú, kannski, ég veit ekki. Ég held að ég er bara frekar lélugur wingmaður. Ég trúi að það. Er það? Þú hefur tekið wingman nokkur sem Já, ég hef alveg verið frábær vangmaður. Ég menn ef einhverjum vantar vangmann, ég get alltaf komið og hjálpa til. Þú varst að segja að það var leilugur vangmann. Já, ég ætla að gíska á þessi leilugur, við getum prófað. Ég held þetta mjög góður. Hefur einhvern veginn ekki vangmannin fyrir mig eða? Nei, takk. Akkur gerum við það ekki? Nei, ég er góður. Dustum við ekki af danskonum, förum út í kvöld. Hér eftir verður eini vangmann minn verður höfrungur. Og ég get farið að lauma þinn, hann er rosalega góður maður. Og hann er að vinna með krökkum og nokkra krakki liðveislum, hann er alveg topp náðingi. Næsta, krókódílar geta klifrað upp tré. Þannig að þið lendir ekkert í því að krókódílar hlaupa eftir ykkur, ekki fara upp í tré, því hann getur elt ykkur þangað. Sko, ég sé krókódílar nokkur sem aðeins minni. Já, bara í dýragurum. Já. Og ég hef bara aldrei séð krókódíl hreyfa sig.
Já, ég vil sé þetta í Flórida sko, þá var krókudíl að vera elda menn á gólfvöllum og svona sko. Þannig að fínt að vita maður fyrir að spila gólf á Flórida. Ég hef enga trú að þið segja hlaupa hratt. Nei, þú veist nú allt svona. Hlaupa ekki hratt. Ok, bara stinga af. Og maður á að, þú getur auðveldlega stungið hann af. Það hlýtur að vera. Já, það er bara þannig. En ég segi, við setja ekki við tréð, ég valdi að sé krókudíl klifur við tréð. Ég ætla að efast þessa staðreynd. Nei, hún er bara sönn. Svo er næsta, orðið vagina eða vagina er latína yfir sverðhulstur. Já, ok. Sverðhulstur. Já, þetta er bara latína. Já. Ok. Ég veit ekki hvað maður finnast um það. Nei, ekki bara beint í næstu. Við getum bara stoppað og rætt vaginur, það er allt í lagi. Sverðhulstur. Nei, það þarf ekki að ræða þetta mér. Dagatal frá 1925 virkar fyrir árið í ár. Þannig að vera einhver sem á gamalt dagatal, kannski full gamalt, en eða í dagatal frá 1925, þá getur ég notað í ár. Ég á ekki dagatal frá 25. Leit í kössum. Er þetta ekki að flytja? Finna dagatal? Já, kannski finnur eitt gamalt. Já. En þetta er sparnar í þessu. Nei, maður er ekki alltaf bara með þetta í síman núna í tölvinu eitthvað. Ég er einhver að kaupa dagatal lengur. Nei, það er dött. Já, sko, ég veit það ekki. Ég meina dekkjaverkstæðin eru svolítið grimm með þetta. Já, ég man þegar ég var krakki úlingur, þá var alltaf dagatal í eldhúsinu og svona. Já, af þá... Já, járnsmiðjurnar og dekkjaverkstæðin. Finnst þið það líklegt? Hvað segir þið? Að það verið með allsbera konur heima á fjölskyldunum. Nei, það munið ekki eftir dagatalina svo reyfst alltaf svona miðan af. Ég var mikill aðdáandi þess, sko. Já, ég held kannski að það var eitthvað svona dekkjaverkstæðsfílingur. Nei, bara pabbi flugvirki og mamma að vinna flugvöldum, sko. Já, ég hef ekki dæmt í neitt. Alls ekki. Nei, við vonum bara ekki með klámdagatölu eins og þið fjölskyldan. Sem betur fyrr. Þú mættir segja Er þetta fóreldriðinum að kenna, Steindi? Þú mættir segja frá því hérna. Herðu, næsta. Hæðin kemur oftast frá pappa. Herðu, býttu, ég var að fá hugmynd. Hvað? Af hverju gefum við ekki félagarnir úr dagatal jólin? Getur gert það. Og hvernig, bara svona... Nei, við getum bara látið að renna til góðs málefna og gefa dagatal. Og hvað viltu vera að gera á dagatalinu? Já, mér dettur margt í hug. Þannig að þú að vera eitthvað bumbunni og halda okkur dröslið? Það er eitthvað bumbunni að bóna bíla á það? Eins og Capri og vinnu minn er nýbúin að gefa út og segja, þá er deadbot í tísku núna. Ég mátti samt ekki klípa your deadbot á FM 95 blóðsnafinu. Nei, sko, já, mér finnst það er óþægilegt þegar eitthvað klípur í magan á þér saman, þú veist, út með bumbu eða sexpacka skiptir einhver máli. Það vont alltaf klípi í sig. Já, ég veit það. En ég segi hendum í dagatal og ég væri alveg til að vippa mér út og taka deadbot á þetta. Ég held að dömundar myndi verið bara bútið raðir. Ég myndi að vera raðir að kaupa þetta. Sko, það myndum jólinn. Hæðin kemur oftast frá pappaðinum, en gáðurnar og tilfinningaðina frá mömmuðinni. Sturlu starrend. Nú er ég 1,79, þannig ég fengi það frá pappa mínum. Nú ekkert sjálflega gáðar, mamma mín er samt tilfinningarík og góð kona, þannig að jú, þetta passar alveg. Mamma er klára kona. Já, mjög svo. Snillingur. Já, sama hér, ég er 1,78 og stútfullar tilfinningum. Hvað ert þú hárið hér? Ég held sér 1,8, 3, 4, cirka. Ok, og enga tilfinningar. Er gamli hávaksin eða? Nei, við erum svipaðir. Þannig að það make a sense hjá The Blonde Ale. Ég er svona, ég myndi segja að það er svona prumpublara stútfulla tilfinningum. Glæsilegt. Þá er það næsta, það hefur aldrei verið framinn glæpur á Philipsheim á meðan að Pacquiao er að berjast. Þetta er svolítið skemmtilegt aðrið. Það er allir að horfa. Það hefur ekki verið rænt sko einni Pepsi-dós á meðan að... Ég hugsa að það sé örgulega svipu tölfræð á Íslandi þegar allir áramótasköp er í gangi. Já, engi glæpur. Og jafnvel Eurovision. Já, glæpir eru ekki algengir á Íslandi og í Philipsheim. Nei, ég held að sé bara enginn að ræna hjólköp undan bíl það er upp á höfða þegar það er áramótasköp. Þetta er góða punktur. Svo er það hérna næsta. Fólk sem að dansar mikið er með meira sjálfströst heldur en þeir sem dansa ekki og eru hamingjusamari. Já. Þannig að, ef þið sjá fólk sem er að dansa á fulla skemmtistöðum, það er með mikið sjálfströst. Já, og er hamingjusamt. Já, þetta er ekki eins og sturlu starrend, segir það sig ekki sjálft, maður þarf að vera með sjálfströst til að dansa. Jú, en yfirleitt er þetta nú bara mígandi full lið að gera einhverja hreyfingar. Þetta er ekki dans, þetta er bara svona eitthvað kílút í lofti. Það er ekki að flokka allt sem dansaðna. Nei. Síðan vilja sumum bara standa á barnum með, þú veist, með G.O.T. silkislagi, sko. Sér ekkert Arnar Gunnar Láksson eins og trúð á dansskólinu dansandi, sko, en hann er alveg með sjálfströst, ég lofa því, sko. Já, ég meina, Arnar Gunnar Láksson, hann kom nú í afmælið á miðvikudaginn. Ég man, við settumst við borðið á taparsbarnum. Ég sagði, ég fæ hér einn svona jarðabróð með hító. Gunnar Láksson ætlar að fá það sama. Nei, leið mér að skoða rauðvinnið þitt.
Pantaði ekki nema 2 flöskur. Þegar einhver biður að fá að skoða rauðvinni, hvað rauðvin í boði. Hann vil sjá rauðvinslistan. Mér alltaf fundist að vera svolítið svona að lúka vel. Maður bara svo trúður við hliðin á honum. Án grís, maður fór að út að borða með honum og þetta ekki lægi sko. Já, hann lítið að dansa og samt hann með bullandi sjálfströst, þannig að hann kannski undantekningin sem sannar regluna. En líka það stendur að vera hamingjusamri. Ég reyndi á næstu búin að skrá mig í salsa tímum daginn. Það hætti svo við það er alls ekki farið það. Nei, það er sérstakt. Ætlaðu bara einn í þetta? Já, ég ætlaði ekki að segja nefnum frá þig. Veistu það, ef þú ætlaði að fara að dansa ég kem með þér. Ég klikk alltaf á svona. Ég ætlaði líka einhvern veginn að skrá mig í svona kvöldskóla að læra elda í MH eða eitthvað, eða MK eða hvað sem það var. Ég hætti við það líka. Ég þarf að fara að prófa eitthvað þessu. Quitter. Ég væri til að læra rumbu, tango og ég myndur bara að borga peningur að segja þitt dansa rumbu og henda mér í sals. Ég kann cha-cha-cha. Þú kannt ekki cha-cha-cha. Ég kann það víst. Í alveg, sverðu það? Ég var í dans þegar ég var yngri. Já, maður á að læra dansin. Svo er það næsta ári, 2 réttir. Aldrei taka ákvörðu reiður og aldrei lofa neinu þegar þú ert hamingjusamur. Það er svolítið. Já, það er svolítið til í þessu. Stundum með maður, ég hugsa, ég er ekkert hamingjusamur, er maður ekki alltaf nokkuð hamingjusamur? Það hljótar að meina þegar maður er í alveg geðveitt góðskapi. Já. Það er svo út kannski ákveðri ásatíð eða eitthvað svona. Ég hef oft brent með á því. Já, ég líka. Bara herðu, já, kemur hérna í ammali á stelpunni. Já, ekki málið maður. Svo er að koma aðeins á sunnudegi, það er barnaafmæli, maður, hvað er ég búin að lofa hérna? Já. Algjörlega. Ég held að að fara ekki út í búðsangur ætti að vera líka þetta. Já, góða punktur. Svo er það síðasta. Hér konur heillast mest af mönnum sem láta þær hlæja, segja þær í stjórnlegum staðrendum. Já. Það er fínt. Lengi. Það er ágætt að vita. Já, þetta voru stjórnlega staðrendir. Hver fannst ykkur best í dag? Mér fannst hún helviti skemmtileg með höfrungana. Já, mjög ánægð. Þeir séu með vængmenn. Já, það er bara mjög cool. Ég væri til að kynnast höfrungum með þess meira. En það er komið hér auðlýsingum og svo strax eftir auðlýsingar er það stigagangur. Orkulykillinn er einfaldur í notkun en margfaldur í afsláttarkjörum. Hann veitir afslátt hjá Orkunni, Shell, afsláttarþrep, þína stöð, afmælisafslátt, upphafsafslátt, metanafslátt, afslátt hjá 1011 og yfir 20 öðrum samstarfsæðilum. Sérmerktur lykill og allt þetta í einum litlum orkulykli. Orkan. Warner Brothers kynna langharðasta mynd þessa sumar. Mad Max, Fury Road. Tom Hardy, Charlize Theron. Oh, what a day! What a lovely day! Komin í bíó. 8. til 10. bekkur styrkir Barnaspítalar Hringsins. Nánari upplýsingar á sumargleðin.is og miðasala í öllum verslunum 1011. Núna. 1011, fljótlegt og þægilegt. Túborg og Reykjavík Inc. kynna í 10. sinn á Íslandi Icelandic Tattoo Convention dagana 5., 7. og 7. júní í Gamla bíói. 25 tattoo-listamenn sem koma víðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention 2015. Nú er stjörnuvika á Subway. Þú fær 12 tómmu bát og miðstarað bósi á aðeins 999 krónur. Subway. Próflokagleði á American Bar. 2 fyrir 1 af Solbert. DJ alla helgina. American Bar. Nýi staðurinn þinn. Sumar og sól í Elko. Verslanir Elko eru konar með öll helstu heilsúrin, sporthyrnatólin, GoPro myndavélarnar, selfie-stangir, grillin, drónana, ferðaháttalana og margt fleira. Elko, einfallega lægra verð. Cannondale Synapse og þú ferð lengri leiðina heim. Hjólabúðin G&P, Faxapenni. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Lokal Borgatúni, lokal Smáralind. Rikki G á FM 957. Rikki G, alla virka daga í samstarfi við Serrano. Að ríða inn í sólarlagið á velkemdum. Þeir eru að hlusta á FM 95 blöð, hér á FM 957, Steindi, Öddi og Egill Gils með ykkur á þessum glæsilega föstudegi klukkanstrákar og orðin rúmlega 5 og það er komin tími á, svona einn af mínum uppáhalds dagskrárliðum sem hefur verið í góðri pásu frá upphafi. Ég hef svo gaman að þessu. Við Sveppi byrjum með þennan dagskrárlið á sínu tíma að stiðagangin. Akkurat. Hugmynd frá þér sem þú lést okkur hafa, þá varst þú ekki FM 95 blöð. Og alltaf skemmtilegt og þá vorum við að hringja í fólk á stiðagangum og biðjum hjálp hér og þar og hvort það segjast alltaf að halda partí og eitthvað. Bara hræri í liði, það er að skemmtilegt sem ég geri. Og sko þetta gæti þannig séð líka heiti stjórnun. Já, þetta var tekið fyrir í dag, þannig að þetta er upptekið. Og lýstu fyrir fólki bara hvað erum að frálusta á. Sko, mér finnst svo gaman að hringja
og ég ringi náttúrulega bara og þykist einhver út í bæ sem Þú stundum að gera þetta sjálfur bara þú sett ekki í útvarpinu. Já, það nefnilega sorglega við. Ég ennþá að gera síma og þá ég ekki í útvarpinu, þá ég bara upp í Mosó bara í bíltúr. Já, fylgjast með og hafa alltaf tánum og en ég sem sagt, ég bara svo gott maður með já.is fyrir fram að sig og ég veit nákvæmlega hvað allir heita og ég bara hringi í nágrann minn og ég í tómurugli, ég á klósettinu og það engin pappír og ég að beðja nágrann að koma með pappír. Það ekki flóknari það, við skulum bara heyra það hvernig þetta gekk, hér fyrir í dag. Já, halló. Já, Elisabeth. Já, sæl og blessuð, Ómar hérna megin við hliðina. Já, blessaður. Já, hæ, hvað segir þá? Ég sé alltaf gott bara. Er það ekki? Jú. Allir í fíling og allir feskir? Alltaf. Já, frábært. Herðu, ég í smá leiðindamálum. Já. Nú konan farin austur með krakkana og í heimsókn þangað. Já. Og ég sjálfur það var smá svona gleði okkur félagunum í gær og þeir voru hérna frammettir og bara stemning. Hver þú? Ómar? Já, bara hérna við hliðina. Guðmundur Ómar? Já, Gummi. Nei. Já. Já, þetta ekki hress? Jú, alltaf. Já, herðu, ég samt í smá klandri. Nú var Rósa og þau að fara út á land, sko. Þannig að ég í smá ströggli hérna. Ég inn á baðherbyggi hérna. Já. Og nú konan við höfum að sjá búðarinkaupin. Já. Og ég var að koma að staði að ég pappislaus. Nú, elsku strákurinn. Ég ætla að tóa hvort það væri. Já. Hvort þú getur hoppað yfir. Ég get það. Er það? Fæ ég að hafa þið kannski bara á símanum, á línunni, ég með... Já, ég skal bara koma snöggur. Hvað kenni ég ekki út eftir honum eða hvað? Jó, bara út eftir honum, þá að vera opið inn, sko. Já, allt í fínu. Ha. Ég skal hóa í þig þegar ég kem inn. Já, ég fæ kannski að hafa þið á línunni. Já, allt í fínu. Já, svona á leið, svona á meðan allavega, á meðan þú röltir yfir, er þetta ekki bara fesk? Hún var alltaf yfir, sko. Halló? Ómar, við hliðin á þér. Varst þú að ringi mig? Nei. Sko. Halló? Já, halló. Já, hvar átt þú heima? Herðu, ég bara hérna við hliðina á, þetta Gummi hérna. Já, númer hvað hús? Hvað segirðu? Hús númer hvað? Númer 3. Nei. Er pappi, ertu búin að banka, er pappi búin að svara? Já, pappi er búin að svara. Já, þú voru eiginlega að koma bak hinum inn í garðinn og henda þessu inn í rúna, inn í bara gluggan. Ég get eiginlega ekkert staðið upp. Já, allt í mínu, þá kem ég þangað. Er það ekki? Bara svona baktera. Það er ungu maður sem vantar klósettpappír. Hann byrjaði með að koma á bakvið, hann segist vera... Getur það verið svona? Nei. Hæ? Nei. Þetta er bara rugg. Hæ? Það er einhverja plata, þetta er ekki Guðmundur Ómar í Grundartaka 3. Við ég er ennþá í mig sinni í gær, ég veit ekki hvað. Maður veit náttúrulega ekkert hvað maður er stattu, er ég ekki heima hjá mér, hvað er ég eiginlega? Já, það er ekki hugmyndin, þú ert ekki í Grundartaka 3, svo mikið er víst. Herðu, ég hlýt að vera bara í einhverju eftirparti, í einhverju ruggli, það er allt í drasli. Já, það getur ekki annað verið. Herðu, ég nota bólinn, já, takk fyrir. Besta hérna líka hláturinn í henni maður. Þú var ekki smá sátt þetta. Það er svo gaman þegar allir hafa gaman þessu. Þú hefði líka hvað hún góð. Þú sagði bara, vilt ekki koma þetta bak? Já, hún ætlaði bara að rjúka bakvið. Sko, málið er það, ég fattaði svo eftir á að þetta er gamli kennari minn. Þetta er matreiðslu kennari minn, gamli. Þú veist að plata kennari? Óvart. Þú ert bara með kvef, sko, ekki ég og ekki Stonefucker. Já, ég veit það. Okkur er eiginlega skýt saman, sko. Ég er samt, sko, þegar fólk spyr, eins og ég tók að hann, þá spurði Jói mér ganginum á hann, hvernig ertu? Og ég var að fara að segja bara sem að gera alltaf, herðu, bara regalega góður, en ég hætti við og segi, það er einhver kvefviðbjöður og einhver hálsbólga annars góður. Akkur sagði ekki bara ég er svo nýr? Á maður ekki að segja það alltaf bara. Jú, á maður eitthvað að vera
segja fólki Nei, og maður á líka að vera í stuðbuxum og hlýraból Alltaf Þá líður maður bara vestna Þá líður það eins og sé bara sumar og verður feskur Já, ég held að sumari byrji í næstu viku Ég segi, hendu, opnaðu, ríðu flippana bjór og farðu úr bólnum Nei, ég góður Það er bara feskur Já, bara ég feskur, engar ákjör Núna hlýtur að vera komið að Gilsi betur Nei, þetta er ekkert sem átt að vera dagskrálið Jó, þetta er dagskrálið Þú sagði þenni síðustu auku, Gilsi, minnist mjög vel að vera svona Gilsi betur en að spurninga Sagði ég? Já Nei, nú ertu farin að búa til það fann að skálda hérna Ok, þú ert ekki að vera að koma með 12 spurningar, glemdu því Þetta eru 12 spurningar Nei, við munum ekki leiða Hafa fyrir því að semja Við getum ekki verið með 12 spurningar Nei, ok, byrja þetta þá allavega Klukkan er korter yfir 5 Er það jafn lélegt frá síðast? Where's the fire? Þetta er bara spurningakeppni Hver vann síðast þetta? Þú vann eða það ekki? Nei, jú, ég vann held ég Þú voru að gera það eftir Mér gata ekki að vera sama Treystu mér, ég vil ekki vinna þessi keppni Hvað betur, hvað vilt ekki vinna? Af því ég bara, þetta eru þannig spurningar Kannski er það skarra núna, gefum þessu smá síðans Ok, þetta er síðasta tækifæri til Ekki vera partypúpa Ef þetta er jafnbónd núna og síðast þá ertu að taka Gilsi betur í síðasta sinn Ef allt er eðlilegt, þá er ég búin að bæta spurningarna frá síðast Vonandi Oftast er mjög gaman að spurningakeppni Ok, og þessi réttur upp hönd fær svar möguleikan Þetta er mjög basic Trillitæki hans Gilsa 421 hestabla SRT-in Hversu marga sekúndur er hann í 100? Byttu, þú varst með þetta senst Já, varst ekki að spyrja Þetta er ekki nákvæmlega sama spurningu Nei, bíllinn var í mörg hestar Síðast var hvað væri mörg höf Nú er það hversu lengi er hann frá 0 upp í 100 Ég get svo svarað Blö 5 sekúndur Stonefucker 6 sekúndur Blöð með þetta 6 sekúndur Ekki leiði með því það Hvað er hann? Ég keirum á Toyota Corolla, ég veit ekki neitt Hann er 4,2 nákvæmlega 4,2, þetta er ekki stig Blöð með þetta 1,0 fyrir blöð Jippi Ég ætla ekki að ljúga þér, ég ætla bara að vera hreinskilin Við erum alltaf hreinskilin Þetta byrjar illa Þetta er að fara að vera alveg eins og síðast Byrjar þetta illa Sko, þetta er bara, ef hann næri ekki að strjúka sjálfum sér í spurt og svara þá er hann komið spurningakeppni sem fjalla bara sig Er hægt að vera svona rugglaður maður? Ég er ekki að grínast, hvað er að þér? Ég veit ekki þetta uppeldið Þegar mammaðin og pappir aðeins og sýstin er yndisleg og bara hvað Hvað er með það? Næsta spurning er ekki mig Allir eru sammála það að Sylvester Stallone er einn hæfileikaríkasti leikari sögunar Enda hefur hann verið tilnefndur til Óskarsverðlauna ekki einu sinni heldur 2 svar meðal annars eru besta leikara Þessi frábæri leikari eins og Gilsi ekki bara leikari, heldur bodybuilder Hann hendi sér í sumarköttið Rambo 3 eins og allir vita Spurningin er einföld, hvað var inn í 40% þegar myndin var tekin upp? Blöð 3% Stonefucker Ég ætla að segja 1% Blöð varst með 3 og 2,3 blöðina er 2-0 fyrir blöð Það var að pakka það saman þennast til Svo lélugur eftir spurning Hversu slagur eftir 2% það ekki verið hættulegt Hvernig á ég að vita þetta? Hvernig er hægt að, þú veist, þetta er svo Ég rámaði bara í þetta því að ég hefur talað um þetta áður hvort þegar maður kom okkur í Rambo-form Já, Rambo 3-form, sérstaklega Rambo 3 En hörðu, það er 2-0 fyrir blöð og það er ekki nema 10 spurningar Já, við aldrei, ég lofa að við erum ekki að vera í 12 spurningar Höfum 4, þá getur ég jafna Hvað er með þetta? Gilsi, sem flestur eru sammála Hvað segir ekki bara ég? Ég bara lesa upp á blaði þriðju persónu Það eru bara geðsjúklingar sem tala um sig í þriðju persónu Bara geðsjúklingar Það er mjög einkennilegt að tala um sig Gilsi hvað? Sem er flestur sammála sé frábær Á tvífara sem er þekktu leikari í Hollywood Þetta er talað og menn rugglast ofta á þeim Hvaða Hollywood-leikari er það? Guðmund góður Ég veit hvað hann heldur að segja Blöð Mér langar helst að segja Danny DeVito eða eitthvað En ég veit að hann er að tala um Matthew McConaughey Há rétt hjá blöð Nei, það er ekki Matthew McConaughey Þú ert ekkert líkur honum sko Veistu hvað? Hann er svona 10.000 sem er myndalegni þú Og hann er með sítt hár og bylgjur sko Þú ert reyndar svolítið líkur Hún er sem er í sem var að kynna síðasta Óskar Og How I Met Your Mother Já, og How I Met Your Mother, hvað heitir hann aftur? Já, Patrick Stewart Já, þú ert svolítið eins og hann Jú, það ekki Nei, blöða með þetta hár rétt Það er Matthew McConaughey Þannig að það er 3-0 fyrir blöð Nei, það er ekki Þú farið ekki að klára þetta Nei, hvað er að gerast þetta? Það eru 9 spurningur Nei, ég lofa þér Hvað með síðustu? Hávar orðrómur hefur verið í þjóðfélaginu að Gilsi verði bera ofan á þjóðatíð á Stóra Suðurfest Og hvað er þetta að spila núna? Ég nefnist ekki Hver er 50% af þín þá eða? Nei,
Maður klára bara spurningun, þetta ekki svona, veist, hvort þú ætlar að vera mjög skafin á þjóðhátíð. Hvernig fæ ég ekki að stjórna spurningkeppninni í friði? Já, hvað? Segast, hversu há prósent af þjóðinni líst mjög vel á að Gilsi verði beru ofan á þjóðhátíð? 0%. Já, örugglega 0. Hvernig ertu búin að mæla það? Ég segi 0% af þjóðinni. Það er öllum drullu fucking sama. Það svar. Afsækja orðbræði. Ég get lofað ykkur, það er öllum sama þú farir úr bólnum á þjóðhátíð. Svarið þitt, Stonefucker? 0%. Ég ætla að segja sama. Það er ránt. 100% af þjóðinni. Heyrðu, 100%. Þetta er komið gott. Þetta er komið gott. Nei, sko, það er hérna 3-0 en þá. Já, það er bara flott staða. Og næsta spurning. Þetta er spurning nummer 5 af 12. Ef þú tekur hausinn á blöð og setur hann beint á bumbuna á Steinda, þess að klippir bumbuna. Þú varst með þetta síðast? Nei, hlustaðu nú. Á Danny DeVito? Nei, sko. Nei, það var þá seti Þú ert ekki með það aftur. Þú vart að fara aftur í það. Nei, alls ekki. Nei, nú voru að ímynda aðeins. Þú klippir bumbuna af Steinda. Ekki axlirna neitt, að það fer af, bara bumban. Og hausinn á mér og hausinn fer beint undan bumbuna. Hvaða teiknimyndapersónu líkist þið þá, þið meistararnir? Hvað er ekki Cartman eða? Já, þetta er ágætt svar. Ég ætlaði að fara að segja Gunnar Birgisson. Homer Simpson eða? Gunnar Birgisson? Þetta er teiknimyndapersóna. Ég veit að það var ekki teiknimynd. Hvað er þetta? Mr. Potato Head. Ég get það. Próflokagleði á American Bar. 2 fyrir 1 af Solbert. DJ alla helgina. American Bar. Nýi staðurinn þinn. Dumplings, núðlusúpur, banh mi og bento box. Nam. Nútíma asísk matargerð. Nam Nýbýlavegi og Bílsöða. Háspenna Lækjatorgi, Háspenna Hlemtorgi. Líttu við, Háspenna. Háskólinn á Akureyri er eini háskólinn á Íslandi sem býður upp á nám í nútímafræði til BA-prófs. Nútímafræði við Háskólann á Akureyri. Skemmtilegur félagskapur, alvöru nám. Háskólinn á Akureyri. Allt frá tennis til taekwondo. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Úrval af grænmeti á 99 krónur kílóið í Krónunni. Rauðkál, hvítkál, rauðlaukur, rauðrófa og agúrka. Krónan fyrst og fremst ódýr. Farðu á Roskilde með Túborg. Smeltu myndaður með Túborg inn á skemmtistað. Mertu myndina #TúborgTúnlist á Instagram og þú getur verið á leiðinni á Roskilde 2015 með vinahópnum. Frumlegar myndir geta unni glæsileg verðlaun í samstarfi við FM 957 og er fullt af aukaverðlaunum í fljótandi formi. Nánar upplýsingar á túborg.is. Túborg léttöl. Úlfur með föstudagstónleika á Gullöldinni í Grafarvogi. Finnlandia á svæðinu. Frítt inn. 2 harðir og 1 mjúkur. Þið eru medium rare í boði hamborgarafabrikunar. OMI með cheerleader. Ég er á þessum, fína föstudegi. Klukkan er rúmlega 20 mínútur yfir 5. Við erum 40 mínútur eftir þetta strákandir. Þá eftir að fara í, einkamálið og kortmyndur frekar, en hins vegar er núna komið að íslensku slúðri hér í FM 95 blöð. Jáhá. Og það er hann Steindi Junior sem ber full ábyrgð á þeim dagskrali. Hann er tilbúin eða ekki? Jú, en við náttúrulega erum allir saman í þessu. Já. En þetta er náttúrulega bara mail sem ég er að fá. Tölvupóstar? Já, ég get lofað einu að slúðri í dag, það er ekkit sérstaklega grófnett. Þetta er bara venjulegir mólar. Já, ok. Bara hressir og skemmtilegir mólar fyrir alla fjölskylduna. Já. Engin töframenn það? Engin töframenn og bara allt í góðu. Engin Ásgeir Kolbeins með eitthvað hitamælir það? Nei, ekkert svoleiðis. Ekkert Siggi Hlö? Nei, ekkert svoleiðis. Ok, þá erum við ekki að fara að fá neitt vesen í tölvupóstum. Nei, en ég ætla að byrja fyrsta móla. Þetta byrja mólan, fyrsta móla á meistara Sölva Tryggva. Sölvi Tryggva, ok. Hann er nú verið slúrið þegar áður. Já, mikill ástafmeistari. Toppmaður, góð sjónvarpsmaður. Já, flottu maður. En hann er byrjaður að, hugleiða. Já, við vissum það nú. Já, og ekki bara það, hann er komið sitt eigið svona hugleiðslu námskeið. Já, ok. Og hann er bara fyrir stelpur. Hann er bara með stelputíma. Bara fyrir stelpur? Já. Þetta er bara fyrir stúlkur. Sniðugt múf. Já. Og það sitja allir þarna á svona dýnum, sitja allir í íþróttafötum, sjálfur er Sölvi í svona bláum spandagskalla og í svona þröngri, svona rauðri skílu yfir. Ertu búin að mæta það?
Nei, ég bara Bláa spandagskalla og rauðri skílu, hvað er hann, Superman? Já, það er réttið, hann er eins og Superman. Ég hef bara fattað það núna. En já, jú, það er svona lýsir Sölva svolítið. Já. En það sitja, þið vitið svona hvernig þetta er. Svona basic huglistla, það sitja allir þarna með krosslaða lappir og huglega svona undir hans stjórn. Og er ekki svona róleg svona tónlist? Jú. Ég hef aldrei prófað neitt svona síðan. Nei, og hann byrjar alltaf tíman að segja namaste. Endaði ekki líka á namaste? Já, namaste. Og sko, námskeið það snýst dálítið mikið að tæma hugan og hreinsa líkamann. Þurfa stelpunar að byrja á því að bow your sensei, eða það bara í kartinu? Það er enda góðu punktur. Ég get alveg trúa því að þær þurfa að beygja sig þetta niður og segja namaste. Bow your sensei. Bow your sensei, namaste. Mér finnst það mjög líklegt. Ok, og hvað gerist? Já, og þetta snýst svolítið svona að tæma hugan og hreinsa líkamann svoleiðis og svo byrjar tíminn og þá byrjar Sölvi bara að leka. Það lag úr honum bara viðrekstras. Nei. Hvað byrjuð það? Hvað lag? Þú verður alltaf 5 ára þegar þú ferði í dagsinn. Hvað lag úr honum? Hvað, það loftið? Þetta bara, þetta er sko snýst um Það kjátt það í gangi. Þetta snýst rosalega mikið að hreinsa líkamann. Hvað lag úr honum? Það lag úr honum bara svona Nei, ekki alveg svona. Það var anda frá sig bara. Nei, svona Hvað lag þetta úr honum? Og rassinum á honum. Lag úr rassinum á honum. Og, nei, sko, ég ætla bara að koma strax það. Það var með einhver tíma og þá lag bara úr honum allir vindur, bara var hann að reyka við allan tíman. Það sem þú ætla að segja. Sko, ég er ekki Heyrðu hvað þið barnaði? Nei, býtu, alls ekki. Ég er ekki oft með einhver prumpuslúður. Alls ekki. Þegar ég er með kjánahóll Hjálmur Tryggva var að kenna huglæslu og prumpa allan tíman. Nei, sko, ég er ekki oft með einhver svona prumpuhúmor, sko, og slúður og þú veist, hvernig orðar þetta? Lag úr honum allan tíman? Nei, málega Nei, málega, þetta var vist alveg, þetta var hrikalegt og hann var í sóni, hann var alveg í sóni. Þetta gerist þegar menn að hula, hann var alveg í sóni. Hvernig sagði það leikur hann? Nei, og byrju, og hann var í sóni og það lag stöðugt úr honum. Ég er ekki grínasti, það var bara svona eins og að væri sko búið að skrúfa frá ventli, eins og þetta hleyp úr bíldekki. Það lag úr honum. Það raskaði honum. Já. Það er ekki þetta. Hann var Kristetti. Þetta er bara að þetta er partur af hreinsunni. Partur af hreinsunni, að standa hann og reyka við hann. Hann var nýbúin að vera gúffið sig að einhverju súrmálk og rúbrið og einhverju viðbjóði fyrir hérna æfingu. Þannig að einhverju sérstöku fæði. Stelpurnar voru að bögast. Hann var komin í són. Hann sá ekki neitt. Hann heyrði ekki neitt. Hann bara lag allan tíma. Hann lag allan bara stöðugt. Skrúfa. Ég hef aldrei heyrt það. Ég er að fá þetta sett. Þú er ekki raskat að fá þetta sett. Eina sem er bara, hvernig þetta er svona vitleysa í hug? Hvernig er hægt að semja svona kjafta? Ég er að tárast sko. Stefán segir bara að vera pumpað og segja að það er lekið úr honum og þú sagði þetta á hann. Ég vissi ekkert hvort að tala. Ég held að þú var að tala bara um svita eitthvað að lag úr honum. Það var bara svo vendir. Og svo svo í lok tímans þetta sem er nú ekki frásöðu færandi ströðar. Er eitthvað meira eða? Nei, svo í lok tímans þá þá segir hann svo í stelpunar já, stelpur, nú komið að Sölvalottó. Það segir hann svo, nú komið að Sölvalottóinu og allar stelpunar, nú, hvað er eftir að búið að leka úr honum? Já, bara hann búið að leka úr honum allan tíma og bara óbærileg lykt og svo segir hann svona, hvernig virkar Sölvalottó? Sölvi satt á tvisti, átti kona misti og það er nú gott, nú því svo heppna er þú og benti á eina stelpu og sagði við tvö á súsin sambæði kvöld. Þú vannst í Sölvalottóinu. Namaste. Namaste. Sölvi er toppmaður, ég get lofa eitthvað því að hann hefur verið með góða hugleikstöðuna og ekki farið í Sölvalottó og það lekur ekkert úr honum. Það er næst. Þetta hefur verið svona. Ég treysti mig. Þetta hefur verið svona hljóð. Já, bara svona eins og rók. Það lag úr honum. Já, það er bara einn í dag. Allan tíman. Bara einn mól í dag. Nei, það eru tveirarir. Herru, næsti móli, það er maður nú ekki góða fréttir.
því miður. En það engin annar en Sigurður Hlöðversson dagskrágerðarmaður. Ég spurði á hvort Sigga Hlöð og sagði nei. Hvað að breytast eitthvað þegar þú segir fullt nafn? Sigurður Hlöðversson, þetta sami maður aðsniðum. Ég spurði á hann, Sigga Hlöð og sagði nei. Og okkur alltaf vonda fréttir að Sigga Hlöð. Ég aldeilis ekki með góða fréttir á hann Sigurður. Hvað því miður? Sigurður Hlöðversson stattur út í Flórida með fjölskyldunni. Hann búin að vera þar í góðan tíma. Nei, hann á leiðin á Manchester United Arsenal. Hann ekki búin að vera út í Flórida heldur lengi? Hann löngu komin heim. En hann ákvað að henda sér í teygjustökk og var búin að mana sig upp í þetta. Dundri sig nokkur svona eplasnafs og lét verða af þessu. Og það voru bara, þetta voru einhverju svona hasshausar sem voru að sjá búnaðinn þarna. Nei, ángríns. Hann í Manchester, sko. Já, þetta var allavega ekki upp á 10 hjá hann og hann, ég ætla bara að fara hratt yfir þetta og hann stekkur sér sagt og teygjan orðið mjög gömul og hún léleg, hún dúaði ekki neitt og þetta var henni bara eins og reipi, ekki teygja. Og hann stekkur og svo bara hljóðinn. Hættu þessu, hvað ertu með í lokin? Við getum alltaf sagt, við getum orðað þannig, hann skauðst ekki upp aftur. Hættu þessu, hvað ertu með í lokin? Og önnur löppin, hún fór svona hrikalegu lið. Nei, það ekki á honum í rauninni í dag. Nei, ég veit það. Hann feð sko, löppin hann fór svo hrikalegu lið og allur hryggurinn náttúrulega bara í rugga teygist úr honum öllum. Og hann ýlfraði þarna. Þetta hefur sko, það hefur ekki heist svona hljóð úr mannesku áður. Þetta er bara svona eins og okkur hefur tekið púðluhund og sparkaði hann 30 sinum. Hvað ertu með í lokin? Og hann núna bara í laginu eins og spurningamerki. Hvað ertu með í lokin? Og orðinn herri en Valli Spá. Og hvað Siggi Hlöð gert þér? Ekki neitt. Jú. Akkur heldur það? Veistu hvað ég var til að sjá Einar Mikael og Sigga Hlöð nú berjar á daginn. Þetta eru toppmenn. Það komast bara toppmenn í slúður. Þú ert alltaf með Sigga Hlöð í slúður núna. Það er alltaf eitthvað að slasa sig ef hann er ekki að deyja. Nei, það er bara ekki dánum. Hann er bara á góðum bata vegi, segir hann. Hann er bara flottum bata, kallinn. Hvað er næstina? Herðu, næst að það er Eurovision-ævintýrið. Hópurinn. Já, hópurinn er komin út og það er Mari Ólafs. Frábærsönguna. Ég verði ekki topp 5 núna. Jú, Valli Sport er þetta með henni náttúrulega og Frikki Dór og það er hellingur að mönnu með henni. Alvöru hópur og það er vesen ánúti. Það er bara svo leis. Á henni? Já. Nei. Hún á það til að hún er að puffa mjög mikið. Er hún að hvað? Hún er að puffa. Að hrækja? Hún er að hrækja út allt. Nei. Jú, svona tuff. Hún er að tuffa og þetta er náttúrulega bara mjög leðilegt og hún er búin að vera að tuffa á hótelgangin, á hótelherbyggi, hún er að tuffa út allt, hún er tuffandi sífellt og það er búin að vera að skrifa mitt úti, þetta sé ekki bara svona kvenleg hegðun og þetta sé bara ósmekklegt og dónalegt og eins og Frikki Dór sagði við hana, orðrétt, var að bendina það ég myndi nú alveg ekki til að tuffa mikið í viðtölunum, þú veist ekki, þú veist, það er bara mjög sniðugt til að bara sleppa því, ekki vera að tuffa í viðtölum þá svaraði hún, heyrðu mér er nú bara ekkert sniðugt þegar það var lent í öðru sæti Selected Kringlunni hefur opnað nýja og glæsilega herrafattaverslun 20% afsláttur af öllum vörum og frábær opnunartilboð Sjáumst í nýrri og glæsilegri Selected Kringlunni Með 13 milljarða í vasanum, þá verður golfvöllur á Langjökli bara fínasta hugmynd. Nú, eða á Hofsjökli. 13 milljarða potturinn er stút fullur og þess vegna hækkar næsthæsti vinningurinn verulega. Eurojackpot, förstu dag til 4. Þetta bakka í kringum landi. Er ekki allt í lagi? Landsbankinn kynnir Bakk. Gunnar Hansson, Víkingur Kristjánsson og Saga Garðarsdóttir fara á kostum í þessari frábæru gamanmynd. Mynd sem hefur hlotið einróma lof gagnrýnenda. Bakk. Komin í bíó. Warner Brothers kynna langharðasta mynd þessa sumar. Mad Max, Fury Road. Tom Hardy, Charlize Theron. Oh, what a day! What a lovely day! Komin í bíó. Bensíndreitill, hvar ert þú? Hér er ég, góðan daginn og veginn. Atlantsolía, lykillinn að lægra verði. En betra númer, sama góða þjónustan. 1818, tvöfalt auðveldara og tvöfalt mikilvægara að muna. 1818, já er svarið. Universal kynir The Bells are back! Pitch Perfect 2 We are going to the World Championship. Þær eru mættar aftur, fyndnari en nokkru sinni fyrr. Get out there!
and show them our stuff. Pitch Perfect 2 Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Nýjar ferskar kjúklingabringur í Krónunni. Íslenskur kjúklingur komin í Krónuna Lindum, Bíldshöfða, Granda, Mosfellsbæ og Selfossi. Krónan fyrst og fremst ódýr. Úlfur með föstudagstónleika á Gullöldinni í Grafarvogi. Finnlandi á svæðinu. Frítt inn. FM 95 Blö í boði Hamborgarafabrikunar. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það Auðvitað og Steindi sem að sitja hérna núna með ykkur í FM 95 Blö því að við ætlum að fara dagsfólið sem svolítið okkar. Það hárrétt. Þú fórst einn daginn og þú vilt fá mig með núna. Já, ég var farin að sakna þín svolítið í þessum lið og við sendum Gilsana bara á klósettið, en það er búin að vera mikið í sig all dag og við förum tveir í þetta. Já, ég er búin að henda inn nokkrum nöfnum. Já. Og þau eru óþægileg. Já. Og fyrir ykkur sem hafa ekki hlusta á þetta áður þá ringjum við hérna í eitthvað nöfn út í bæ bara á já.is og látum eins og hann verið að tala við konurnar á engamál.is í gær. Einmitt, og það sem er skemmtilegast að vita, ef við náum og fáum tækifæri til að drita út nöfnum. Drita út vitleysisnöfnunum sem við erum að því að fólk er undir einhver öðru að þetta er leðufjess og eitthvað svona, þú ert ekkert sem auðvitað blöð bara. Nei. Herðu, prófum þetta, ég ætla þá að byrja að þú endar. Ok, en nafn, í hver það er að koma Helga, vá, tenging, þetta hljóma vel. Ok, herru, þá finn ég einhverja Helgu hérna, maður sjá. Halló. Æja, hæ. Hæ. Þetta er ég. Já, hver er þú? Hafðu maður nú loksins kjarkinni að hringja. Hver er þetta? Ef að fara undir bara réttum nöfnum með það. Hvað sér? Já, ég er, þetta er Guðmundur. Guðmundur hver? Þú þekkir mig kannski betur undir nafninu Hörð pulsa í brauði. Hvað sér? Þú þekkir mig kannski betur undir nafninu Hörð pulsa í brauði. Ég held að þú ert að rengja eitthvað skakt. Var ég sem þrífóturinn? Hvað sér? Ég er með nokkur nöfn þarna, ég veit ekki hvað ég var að vinna með þegar ég var að tala við þig í gær. Var ég þarna sem, fer ég ekki að fá það, 23? Hæ? Hvað kallað þú þig? Hvar? Kallað mig hvar? Er ég að tala við fylltum eins og kalkun? Nei, hvað er þetta að tala um? Ég er bara með svo margaðan inn í einu, ég veit ekki... Inn á hvað? Inn á engamálinu. Ég er ekkert inn á engamál, ég held að þetta alveg að ringja alveg skakt. Jú, ertu þarna einu sem rólaði mig niður, 69? Nei, ég er ekkert inn á engamál. Hlandi bland við annað? Ég er ekkert í engamál. Er þetta tæp á tíðarhingnum, 62? Ég er ekkert inn á engamál. Nú, ok. Hvað, hérna... Ég er gift og ekkert inn á engamál. Nú, ok. Þá er ég að ringja vitlaust örugglega. Ég held það. Herðu, ok, þannig við erum ekkert að fara að fá okkur bjór. Hæ? Halló? Skellt hún á? Já. Djúvöld var þetta gott maður. Ég náði nokkrum þarna. Þú náði nokkrum, það var svo. Já, náði nokkrum löfnum. Til. Það er til. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Afsaki hvað ég ringi nú seint. Ég er nú bara frekar ánar að ég hef látið verða af þessu. Ég hef nú aldrei tekið skrefið og ringt. Við hvernig er ég að tala? Maður er hálf feimin að eðlisfæri. Þetta er Partibaldur, 24. Hvað? Þetta er Partibaldur. Vorum við að spája að koma fram með alvöru nöfnum. Gummi, heiti ég. Ég held að þetta ringi eitthvað vitlaust. Er þetta ekki Helga eða? Jú, ég á nöfnu í Mosfellsbæ, heldur þú hafa verið gætla að ringi hana? Nei, byrju, ert þú ekki US-misli 33-ara? Undir... Nei. Nú, byrju, ertu loðin á bakinu 45 ára eða? Eða sprengt bóla 79? Byrju, voru við ekki að spjalla saman í gær á engamál.is? Nei. Nú, herðu. Það vorum við ekki. Þetta er nú frekar sjokkar. Ég hef aldrei farið þar inn maður. Inn á engamál? Nei. Byrju, ert þú ekki 11 tær 55 ára eða lungnaþemba 45 ára? Nei, ég bara veit ekki hvað þú ert að fara. Já, ég er náttúrulega undir nokkur nöfnum að nynni.
geti verið Ég hef bara aldrei farið að ég bara veit ekki hvað varst að tala sko. Já, ég get ekki að vera að tala við þig undir flaggaði hálfa 43 eða svita ekki til 80. Ekki nokkrum hlut sko. En bólóttu til 87 eða hreistur í semmar 81. Já, ég er nú orðin og gömul til að skilja þetta, skal ég segja. Já, en hefur eitthvað heyrt, þú getur ekkert bent með það á, Nei, hvernig óskupunum, ég veit að ég á eina alnöfnu sem er vel gift sögur í Mosfellsbæ. Já, ok, þannig að þú kannast ekki... En það er bara undir nafni. Þannig að þú kannast ekki eins og við græna bólu 55 ára eða lötu sport 45 eða kynþáttahattara 56 ára? Nei. Hæ? En dolla fulla farti. Það fyrst þú þetta númer hjá mér, getur þú sagt mér það? Herru, þetta bara sjokk. Ég byrð bara einilega afsökunar á þessu. Ég þarf að fara bara aftur á síðun og aðtuga hvað blöytt prum 43. Ég held þú verður að gera það. Já, herru, afsækja. Þetta alltaf vitlega svo er þetta bara Þetta erfitt, þetta verður erfar og erfar. Náðum að koma út nöfnunum. Ég er farin að fá samviskupið. Nei, því var svo hress. Ég var meiri í vesinni. Þetta var einkamálið. Það var ár síðan, þetta er fljótt að liða. Aha. Vá, tíminn, hann flýgur. Þetta er ár síðan hann kom. Það er ágúst. Og herru, strákar, við mættum velja eina stjörnu til þess að koma hingað og halda tónleika. Ríhannu? Já. Ég er eiginlega bara sammála. Mér langar í hana. Já, en þú veist Ég væri mikið til að fá DJ Alligator hinn. Hvað heldur að DJ Alligator? Hvað myndi hann spila? Akkur safnar þá ekki bara 20 skall og fer í staðaskóla með hann? Veistu hvað? Akkur beður ekki bara Ásgeir Kolbeinn sem að flytja hann inn? Hann er að fara að opna austur. Nei, opna hérna NASA aftur. DJ Alligator á NASA? Hvaða bjartsinn er þetta? Farðu með hann að koma Tómas að frænda, þá kannski lítur út fyrir að það séu einhverjum. Mjög virtu DJ. Haldið að DJ Alligator gæti fyllt NASA? 100%. Nei. Hvað komast margir á NASA? 500 manns? 600-700 manns. Já, það er létt með það. Ég veit það ekki. Það við heyrt Killer the Mosquito. Það er vestalag. Því miður hef ég heyrt það. Og íbarasta. Við ætlum að enda þetta, við erum að reyna að fara að frumflytja nýtt lag hérna með Ólager, en áður fyrir mig það, þá ætlum ég að fara hér í dagskólinn. Hvort myndirðu frekar? Tilbúinir að drengir? Já, það er bara allt klárt. Og já, fyrsta spurning. Sem betur fyrir engin trailer með þessu. Engin trailer í dag. Nei. Þetta er það að hrigla góður. Fyrsta spurning. Hvort myndu vilja lifað eilífu eins og þið lítu út núna? Þið myndu aldrei eldast dag hérðan í frá. Eða eiga endalösa pening sem þið fengi bara lagt inn á okkur í dag og mynduð eldast og deyja bara á svo. Já, ég myndi alltaf vilja endalösa pening. Frekar nú myndir aldrei, þú myndir bara líta svona út það sem eftir aðvíðanar. Já, ég minna, þú veist, ertu ekki að tala forever eða? Ég myndi aldrei deyja. Já, þú mætti ráða bara hvernig myndi deyja. Já, mætti ég ráða hvernig myndi deyja? Þú veist, þá er samt allir að eldast. Þú veist, allir vinir eldast. Missir alla frá þér og fjölskyldu og... Hvað nýja vinir, sant? Það er alltaf nýja vinir, reyndar, já. En þú myndir líta alltaf svona út. Það er svo margir sem er hræddi við eldast, þess vegna er ég með þessa spurningu. Ég endar mjög langt að vera hræddi við það. Myndi fólki... Já, ég er ekki hræddi við það. Ég fagna nýjum rökkum, sko. Þú sé Beckham í dag? Aldrei litið. Þegar var 18 ára síðan. Hvað viljið þið, drengir? Ég er að spæða. Þetta er Kessi. Kessi, kemur ekki á vort. En hérna... Þú, Steindi? Er þið bara, verði ekkert skrítið? Er þið fólki ekki svolítið bara svona... Steindi, þú ert búin að reynst núna í 40 ár. Þetta er þið það. Hvernig þýttum maður að útskýra það? Myndi alltaf vita þetta? Ég vann í DFM 95 blöð. Það er ekki það, ég veit ekki. Þú myndi bara útskýra einhvern veginn. Já, gæti hann ekki skafið sér niður, Stonefucker? Er hann að vera með bumbuna? Ég hef engan áhuga á það. Já, hann getur alveg skafið sér niður. Ég er bara að tala yfir að mjög sexy í dag. Deadbot er í tísku, ég er búin að segja mann sexy. Já, bara lítið mjög út. Mjög sexy. Sko, ég ætla að velja peningin líka. Takk í báða peningin. Já, ég held sammála félagarnir. Ok, þá er næsta. Hvort myndið frekar vilja geta komist alltaf upp með legar ykkar. Myndið aldrei neitt geta að funda út hvort þið vera að ljúga eða ekki. Eða alltaf sjá í gegnum alla legar. Þetta bæði slæmi og almöðleikar. Þegar að þú ert alltaf ljúgandi að mér eitthvað svona, ég er bara fundi, kemst ekki eftir, sem ertu bara heima að hrista þig. Nei, ég lífi ekki að þeir segist að fara á fund. Og þú veist, þá vil ég ekkert vita. Ég veit hvernig byrja það rugglið, þú heldur alltaf að ég sé að ljúga þegar ég segist að fara á fund. Akkur þarf það líka að vera feimnismann, akkur segir ekki bara, herru, hérna, ég er heima og einn heima og hérna, ég kem eftir korter eða eitthvað. Ég nenni ekki. Nei, ég ætla bara að klára þetta. Ég er í smá rugli. Það er ekkert því, hann er bara að segja hvað, þarftu að taka öllu svona bókstala sem hann segir, hann var ekkert að meina það. Hann tala ég var að ljúga og koma fundi.
Það er ekki steindímur, sko. Ég er að stríða. Ég er ekki heima með félagunum, sko. Er ekki steindímur. Herðu, hvað er þetta, maður? Ég, sko... Litli perrin þarna að byrja að opna sig eitthvað aftur. Gott með þig, Vilja. Ég held að það sé ekkert gott að vera að venja svo að vera að ljúga allan daginn, sko. Ég held að það sé gott að sjá í gegnum legar. Það verður alltaf gaman að bösta. Nei, nú ert að ljúga. Þú ert ekki að vera fund. Þú ert að fara... Já, þú drast að vita. Já, tækir með það ekki frekar. Já. Er það ekki? En þú vil... Já, ég tæki það líka. Það var að síðasta. Hvort myndið vilja vita, hvort myndið frekar vilja vita hvenar þið deyið eða hvenar... Já, nei, ég breytti þessu. Já, ok. Hvort myndið vilja vita hvenar þið deyið eða hvenar kona ekkert er. Jésús, eru hvað? Það er svo slæmi valmöðingar þetta í dag. Rósalega þetta dark í dag. Þessi er þetta ógeðsleg. Hvað var að gerast þegar þú ætti að semja þetta? Ég er þungt yfir en þú bjóst þess að til. Ég var einn heima. Flóki að koma með smá positive. Hvort ekki? Myndið vilja fá að vita hvernig það er deyið? Já, ég var alveg til að vita. Það var veistla. Nei, er það ekki? Þá ert alltaf að býða eftir því. Nei, út af því að þá getur að klára allt svo að gera. Allt á bökkum. Ég er alltaf að býða eftir því hvort það er. Ég er loðandar hættu þetta. Já, en þá veistu upp að hár hvernig það er. Ég myndi ekki vilja vita. En þá myndi ég líka bara, það þyrfti ekki að vera svona varkár, sko. Þá myndi ég bara... Mér til dæmis ef maður á eftir að gera mér til dæmis að synda, halda í skjaldböku og láta hann að synda með sig. Ég synd með höfrungum, það er mjög gaman. Og ef að segja mig, kannski mánuð eftir eða eitthvað, þá þarf ég að drulla mér út í það. Skilju hvað er að fara það? Þú veist líka alveg bara, ok, flugið það þegar vel og skjaldbakan er ekki að fara naðrast neitt í mér, þetta verður bara gaman, 100% húlum, ekkert vesen, ég veit nákvæmlega, það er bara eftir ykkur x ár. Þannig að þið takið, þið myndir frekar fá að vilja vita hvernig þið er. Já, eða ekki? Já, vona það. Þetta var rosalega darkjaður með. Bara þessi síðan. Ég ætla að enda þáttun á svona ljúfunótum. Næst vil ég jákvæða blöð í myndur frekar. Við erum ekkert að kveðja, við erum hér með nýtt lag frá DJ Ólagir sem heitir Crank It Up. Ég er ekki búin að heyra það, tjekkum á þessu. DJ Crank It Up, feel the beat in my... Kæru hlustendur, þetta er nú að koma einhverjum í gýrin. DJ Ólagir og Crank It Up, Crank It Up, Crank It Up. Þið er eins og að hlusta hér á FM 95 Blöð og búin að gera það síðan 4 í dag vonandi. Einhverju kannski sem hafa stilt upp á þetta í lokin. Akkurat. En við þökkum ykkur kella fyrir hlustununa og erum að spá að tilkynna það. Við ætlum að vera með bombu hér næsta föstudag. Það er Eurovision, það er hvítasunnuhelgi, það eru margir að fara að ferðast. Já. Orðum þannig að þetta verður bomba. Við ætlum að reyna að fá gamla félaga, Píru Johan, Sveppa Krull, Brján Breka og fleiri. Við ætlum að vera með veislu. Hvernig er síðan helgin hjá meistur? Ég ætla bara að reyna að losa með hennar kvef og hennar að sluta. Þetta er sem að setja með klemmu á nefinu. Tala þannig. Þetta er líka þannig að svona náttborðið hjá mér núna er minnum á þegar ég var 16 ára nema nú er actually hór í pappinu. Það er óþólandi. En þið, hvernig er helgin ykkar? Helgin er mjög fín. Ég er að flytja. Þannig að ég er bara að mála og slípa En þú ættir ekki að halda þurrum þessa helgina? Já, sko, ekki alla helgina. Því að minn maður Dóri DNA er með 30 sammæli síðan morgun. Og það getur þetta. En ég get ekki, ég þarf að fá með nokkara með keflingingum á morgun. Já, þú ert að fara að gigga? Já, það er próflokaball á Center og ég er að bjóða öllu byrjunarliði Keflavíkur í knattspyrnu á ballið, frítt og frítt flöskuborð fyrir alliðið. En þú eru þeir ekki að keppa á sunnundeginu? Jú, við Breiðablik. Já, ok, þessna ætlar að bjóða. Þannig að þeir geta ekki nýtt sér það? Þeir fá frí jagerskott allt kvöld. Já. Þannig að allir leikmenn Keflavíkur VIP hérna á laugardaginn. Það er bara hannig. Vel gert. Það er bara svoleiðis. En strákar, það er komið að því að velja mynd dagsins. Já, við tilkynum það, ég er með hérna hellinga af góðu myndum og við látum við vita hérna inn á Twitternum og það er einhverjur að fara að fá Solbergborð á Amerikabar í kvöld og á morgun. Það voru að koma myndir strákar inn í dag, til dæmis að það var strákur, hann var að spila Call of Duty með eðlu að hlusta á FN95 Blöð út á Spáni. Þetta var bara eins og lítill þú. Það er líka hægt að toppa það. Hvernig, hann hefur tekið tölvuna með sér út og svo það eru pizzasendlar búinir að vera hendinn, það eru menn í útilegum, þetta er ógeðslega skemmtilegt hvað er mikið að myndum að dettin. En ætlar þú að tilkynna þetta á
Á Twitter, við finnum þar og látum vita. Ekki spurning, takk æðislega fyrir hlustunni í dag. Kæru hlustunni, við verum hér eins og við sögum næsta föstudag með algjöra veislu. Svona nánast afmælisþátt. Já, Páskaþátt, jú, við ætlum að reyna að blása í nokkra lúðra. Tekja á því. Viking Léttöl kynnir Amabadama á Húrra laugardagskvöld ásamt Reykjavík Sound System. Pepsi Max, Doritos og PlayStation. Tríðuði miða á uppistandið með Jason Rouse. Actually, I was getting a blowjob the other night. She asked me to warn her when I was gonna come, so I farted. Augrandi og öskrandi fyndið. You guys drink like fucking lunatics. Andrew Dice Clay elskar Jason Rouse og þú myndu upplifa af hverju. So I'm fist fucking this nun, right? Háskólabíó, föstudagskvöldi 5. júní. Uppistand með Jason Rouse. This lady's got used to it. Miðasala á miði.is. Gefðu fyrir á djörfu. Við köllum The Color Run í boði Alvogen hamingjusömustu 5 kilometra á jörðinni. Vegna þess að hlaupið færi saman vini og vandamenn í einstakri skemmtun og hátíð. Komdu í litrikasta hlaup sumarsins. Siglingar, skíði, skylmingar, skautar. Það ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Íslenski listinn í boði Coke Zero. Á laugardögum klukkan 4 á FM 957 verður að heyra vinsælustu lögin á Íslandi. Ósk Gunnarsdóttir fyrir gegnum 20 vinsælustu lög landsins á íslenska listanum. Inni á heimasíðunni fm957.is getur þú skráð þig í FM Plus og leið haft